Sælgæti og veturinn umfjöllunarefni landsbyggða á N4 að þessu sinni. Við flettum ljósmyndabókinni með Herði Geirssyni á Minjasafninu á Akureyri, skoðum einstakar vetrarmyndir og myndir sem tengjast súkkulaðiverksmiðjunni Lindu á Akureyri. Hörður, það eru páskar, það minnir okkur á súkkulaði og snjó. Þið eigið nóg af svoleiðis myndum í Minjasafninu. Ó já, það mikið til. Og það nú kannski erfitt að sýna súkkulaði á myndum, í svarthvítum myndum sérstaklega, en ófærð og svona vandræði sem menn voru í hér áður fyrir mikið til af myndum og gaman að sýna þær. Og súkkulaðiverksmiðja Linda. Og við ætlum að fjalla um Lindu í dag, já. Fyrsta myndin sem við fáum upp, þetta vetrarmynd og nokkuð gömul. Já, þetta mynd frá Arthur Gugg, trúboða. Hann tók þetta út á ísnum, ísilagður pollurinn, og hann eru bændur úr sveitinni að koma með vörur í bæinn og fyrir ofan sjáum við sigurhæðir og þarna sjáum við bara flutningsaðferðir þess tíma að flytja vörur. Næsta mynd sem við sjáum hér frá stríðsárunum. Þannig sjáum við spítalaskipið Leinster við bryggju og þannig eru menn að reyna að moka gilið og mikið af strákum hann að fylgjast með. Og þetta sýnir bara hvers konar, þegar menn höfðu ekki almennileg tæki eins og menn hafa í dag. Þetta var ekki finni að fræsa snjóinn á guttunum á þessum tíma. Þannig að það var ófært stundum alveg mánuðum saman hluta bæjarins og enginn kippti sig upp við það. En þessi hús sem þarna eru þau standa ennþá og þarna Akureyrarkirkja komin. Já, og þarna eru menn að færa mjólk, sennilega að fara með tóma mjólkurbrúsa frá samlaginu. En það ekki verið að nota bíla innan bæjar, heldur verið að nota sleða og hest. Og þannig var nauðsynlegt að eiga einn hest og einn lítinn sleða til þess að flytja vörur innan bæjar eða eitthvað út fyrir bæinn. Hér eru við konir aftur með 1950, þannig verið að byggja Landsbankahúsið við Ráðhústorgið og þannig með grun þetta séu jarðýtan sé að koma á leiðinni tilbaka út í Arnarneshrepp og þetta séu bændur að flytja þegar var komið með mjólkurbrúsana og þannig eru þeir tómir, við sjáum það á því að þeir eru staplað upp á hver annan og vörur í fremri tveimur sleðunum sem eru þá verið að flytja tilbaka, alls konar nauðsynjavörur fyrir sveitirnar. Þarna nú vetrar íþróttir. Já, og Akureyringar náttúrulega og sérstaklega einbæingar frægir fyrir íshokkí og menn leikur sér mikið á pollinum bæði. Ja, það voru eiginlega þrjár íþróttir sem menn stundu á skautum. Það að segja listdans, skautahlaup með mjög löngum skautablöðum og svo íshokkíið. Og þannig eru þeir á svellinu sem fyrir neðan Laxdalshús sem var tíma. Og þannig leikur í gangi. Þessi mynd örugglega þó nokkuð merkileg. Þarna eru bara strákar að teika eins og heitir. Já, þetta mun vera upp við Byggðaveg og þetta örugglega eina myndin sem til af strákum að teika. Gunnlaugur P. Kristinsson tók þessa mynd og hann hefur fyrir slysni klippt í gegnum myndina, það þarna rönd í gegn og límt hana svo saman. En þetta bara stórmerkileg mynd fyrir þær sakir að þetta sýnir verknaðinn, glæpinn. Þarna æskan líka úti. Já, þarna verið að leika sér þetta sé ekki holtagat, þannig eru krakkar að rúlla upp í snjókall eða í einhver virki eða eitthvað slíkt og það ekki til mikið að myndum af þessum leikjum barna. Svona, jável þó þetta séu hversdagslegi leikir. Svo eru það sparksleðarnir. Þeir voru gríðarlega vinsælir og mikið notaðir en það þurfti að vera sérstakar aðstæður, harður snjór eða ís undir. Og þetta voru mjög skemmtileg tæki til að leika sér að vetri. Og þetta var innlend framleiðsla, eða ekki? Ég held það, já. Eða kannski þetta hafi komið nú eitthvað svona, það var þetta að stýra með því að sveigja handfangi til hliðar þá beygðu þeir aðeins. Og fáum svo næstu mynd upp. Þarna erum við líka við miðbæinn á Akureyri. Þetta bara í Skátagilinu, þarna eru börn að leika sér og það búið að setja einhverja hríslur þarna niður. Sennilega hafa menn reynt að taka svig fram hjá þessum hríslum. En þetta var mjög gott leiksvæði að mörgu leyti því að þarna gátu menn gengið upp á skíðunum og tróðu þá í leiðin í brautina. Þannig að það þurfti ekki snjótróðara.
og síðan rendum við sér niður. Það fór mestu tíminn í að koma sér upp, miklu meira heldur en að fara niður. Þarna erum við svona fann að nálgast súkkulaðið, getum við sagt. Já, þetta er eina af örfáum, eða bara eina myndin sem til af húsi Lindu, súkkulaðiverksmiðjunnar Lindu í byggingu. Þetta hlýtur að vera tekið svona 1959-60. Gísli Ólafsson tók þessa mynd og því að húsið virðist bara allt í einu vera komið og bara full byggt og full málað og þetta var stórmerkilegt hús. Þannig sjáum við það í samhengi annarra húsa við Hvannavellina og þannig það full málað og bara full reist og húsið sem þarna fyrir miðju langt og mjótt er hérna húsgagnaverksmiðjan Valbjörg og Hvíthúsið þarna til hægri, það Lóreley, keksverksmiðjan Lóreley. En þessi tvö hvítu hús þarna, Lóreley og Linda, þau stóðu þarna bara strax upp úr 1960 fyrir útflutningi á keksi og súkkulaði til útlanda. Og voru sem sagt þá í samkeppni sem sagt þessi fyrirtæki? Nei, alls ekki. Þau voru samvinnu og af því þau framleiddu sitt hvora vöruna, tegundina vöru. Linda framleiddi aldrei keks, annað en bara fyrir sinni eigin framleiðslu. Og þarna til vinstri eru síðan braggarnir sem að BTB, byggingarverksmiðjan Tómasar Björnssonar, átti og byggði síðan stórhýsi sitt fyrir utan myndina. En það er svo merkilegt að sjá Linduhúsið, ef við sjáum næstu mynd, hversu fallegt það er. Jón Geir Ágústsson teiknaði það og ef við sjáum hina hliðina á því, það er svo þessi fallega bogabygging sem við gengum nú inn hérna á þessa sjónvarpsstöð og hérna upp á efstu hæðina. Hann hannar þetta þó að þetta sé súkkulaðiverksmiðja sem er svo það er svo mikil fegurð í því. Þetta er ekki bara einhver ljót hérna verksmiðjubygging. Og þarna er svo sjálfur forstjórinn? Eigandinn, já. Þetta er í 13. september 1961 þegar hann opnar formlega. Hann hafði flutt verksmiðjuna úr hérna Hólabraut 16, þar sem að ríkið ÁTVR búið að vera síðan og hann stórhuga og fær peninga til þess að fjármagna þessa gríðarlegu byggingu og flytja inn og hann flutti vélasamstæðana en flutti líka inn vélar og hann var framsýnn og hann var skagfirðingur, lærði trésmíði og fór í alls konar verktaka-business en endaði í súkkulaði eða sælgætis businessnum. En þegar þú varst að senda mér þessar myndir við, þú áttu teikningar líka af húsinu sem eru margt merkilegar sem við sjáum þó ekki hérna. Nei, það inn á bara teikningagrunni Akureyrarbæjar af þessari byggingu. Og það eru teikningar eftir Jón Geir sem að sýna. Ég hef aldrei séð svona áður, það er niðurröðun á vélasamstæðum og slíku á jarðhæðinni. Þannig að maður sér hvað súkkulaði pottarnir voru og allt saman, sem er gaman að sjá. Og næsta mynd af því þar sem hann stendur fyrir utan Lindu, þetta er mjög fín mynd eftir Gunnlaug P. Kristinsson. Hinn myndin var eftir Erling Davíðsson, ritstjóri Dags. Og þetta er nú bara svona auglýsingamynd sem birtist víða og hann notaði sjálfur mikið. Síðan næsta mynd, þar erum við komin inn í Lindu og þarna sjáum við inn í kaffistofuna, þarna unnu 40 manns, þarna í upphafi. Þessi mynd tekin svona 61-2 og sirpan sem kemur núna eftir af ljósmyndara sem Gunnar Rúnar Ólafsson. Hann myndaði fyrir Akureyrarbæ. Þarna er hann að skrásetja súkkulaði pottana, þetta er hann Friðjón Eyþórsson, sonur eigandans og hann þarna, þið sjáið þarna efst á myndinni svona glansandi rör. Þarna kom niður flórsykurinn sem var malaður á hæðinni fyrir ofan og sekkirnir voru fluttir upp á efstu hæð undir þakkið og þar var hann sturtað í trekt. Það var mótor á annarri hæðinni sem að muldi grófa sykurinn í flórsykur beint ofan í súkkulaðipottana. Og á næstu mynd sjáum við síðan það sem verið að hræra súkkulaði, það þurfti að blanda það í ýmsar gerðir, hvort það var suðusúkkulaði eða mjólkursúkkulaði eða hvað það nú var. Og í þessum prósess þurfti að nota nokkra gerði véla og þetta er alltaf jarðhæðinni og þessi hjúpunarvél, þetta er löng vél sem alls konar
vörum var stillt upp í og þarna var sem sagt brunnur af súkkulaði sem laki yfir hvort það var konga eða lindubuff eða hvað það var, að þarna sem sagt var þess að sett inn í þennan enda og út úr hinum endanum komu á næstu mynd sjá þar sem þetta kemur út úr vélinni og þarna það er þetta kólna á þessu leið og þetta var eftir miðju húsinu á jarðhæðinni, þessi hjúpunarvél. En maður sér það þarna til dæmis eins og á þessari mynd að hversu stórt húsnæðið hefur verið í raun og veru. Það er þarna svona vítt til allra veggja og rúmt pláss. Já, og bara mikið, og þá lyktin, sko, það sem krakkir þegar maður kom nálægt þessu húsi, það var þessi sterka súkkulaðilykt sem alltaf allir fengu vatn í munninn yfir. Það var eitt af því sem var svona svolítið ráðandi þarna. En þeir sem unnu þarna, þeir voru alveg hættir að finna hana, held ég. Og stúlkurnar, þær sem sagt voru með kappa? Já, allar með kappa og engin með eyrnalífur, sjáum það á myndunum á eftir, þar sem mikill hávaði var. Þetta er líka á jarðhæðinni, það er verið að hræra deig og deig var dálítið notað í þessan bakstur eins og fyrir ískeks og fyrir keksin sem við sjáum á eftir. Og hér er verið að baka keks, þetta er hún Laufey Árnadóttir, hún er að vinna þarna við, ég held að þetta sé upp á annarri hæðinni og þarna er verið að deigið sett bara pínlítið klessa sett í þessa vél og hún pressar þetta miklu þunga og býr til þess að þunnu kökur og þær eru síðan látnar kólna og pressaðar og síðan eru það notaðar í fjöldan allan af vörum fyrirtækisins, en fyrirtæki framleiddi 40 vörur þegar mest var. Eða nei, þannig í upphafi þegar þessar myndir eru teknar, það eru með 40 vörutegundir frá súkkulaði yfir í PS-tyggju og allt mögulegt. En það er keksið, sama keksið kannski í ýmsum vöruflokkum? Já, í þessi þunna kaka. Og í ískeksinu þá var bara mörgum rað í kónganum, þá voru þetta klift niður og sett í smurt á milli, ólíkum kremum á milli. Þarna erum við komin hvað í pessið? Þetta er sama vélin aftur og þarna er sjáum við að hún er að setja pínulitla slummu af deigi onni og svo fer þessi pressa niður og býr til kökuna bara á ekki augnabliki en mjög hratt og svo er þessi plata tekin upp fullmótuð af þunnu keksi eða svona kekskökum eiginlega. En þekkjurðu það, Hörður, hvort að súkkulaðiverksmiðjan Linda að hún hafi verið, ég talin, fullkomin á þessum árum? Já, ég held það nú. Og það sem kannski skiptir líka máli að vélarnar þarna þær endust alveg hreint von og viti. Það er alveg ótrúlegt hvað gengur lengi þessar vélar. Þarna er nú verið í einhverju framleiðslu eða pakka? Já, þarna erum við komin upp á aðra hæð. Þú sjáum það á þessum gler, þarna er aðeins skipt niður hæðinni vegna þess að það var svo mikill hávaði þarna og hluta hæðarinnar. Þarna er verið að pakka sítrónubelgjum sem ég hafði nú ekki hugmyndum að þeir hefðu verið að selja. En þarna eru 3 konur í því og það er eina að tappa á svona skergula belgi væntanlega og eina sjálf límiðað eitthvað og svo þriðja að raða í kassa. Þetta gæti verið uppstilling líka fyrir ljósmyndarann. Þessi þriðja. En þarna er ekki komin sjálfvirkni mikil, bara 3 starfsmenn í þessu einu saman. Alveg sáralítil og það sést við sjáum næstu mynd, það sjáum við yfir salinn aðeins, þetta er upp á annarri hæðinni og þarna eru kekskökurnar í stæðum hægra megin og svo mig grunar að þetta sem það eru að gera þarna 3 í miðjunni, að það sé að smyrja á milli að búa til svona þykkar og stóra kökur af einhverju, alls ekki krem sem við verðum að setja á milli. Við þekkjum nú ekki alveg prósessin nógu vel til þess en þetta var mjög mannfrek starfsemi á öll saman. Þannig áttu verið að stansa pesið og þessar vélar voru nú held ég ekki mjög lágværar og engin með eyrnalífar. Og pesið hefur sennilega líklega verið í duftformi og svo með miklu afli þrykkt í form eða þetta mót sem hefur búið til litlu pilluna og dettur þarna út í, sjáum þessa sem er fjær, að það er svona renna sem hún heldur undir einhverju öskju sem tekur við því sem kemur út. Það hefur væntanlega verið þó mikil þrýstingur og þess vegna kannski töluverður hávaði. Já, og maður sér það á mótornum sem eru þarna niður við gólfa. Þetta eru öflugir mótorar
vélarnar allar mjög öflugar að öllu leyti og þeim virðist hafa verið haldið gangandi mörgum af þessum vélum, sést hvað eru hreinar og fínar og að það var heldur gott viðhald á þeim. Og þarna sem sagt ekkert sérstaklega verið að hugsa heyrnin og annað þvílíkt, það bara að kapparnir séu í lagi. Já, og ekkert hárnet eða neitt svoleiðis, það kom seinna. Það var merkilegt að sjá það í auglýsingu á degi frá 1960 að Eyþór þarna auglýsan hafi enga rétta leyfi fyrir PES á Íslandi og þessi PES auglýsing þetta merki hefur nú komið einhvers staðar utanlands frá og hann hefur fengið kappa fyrir þessar stúlkur og ég fann ljósmyndir til dæmis af því það sem verið að selja PES svona eins og mann gerði í bíóum og kappleikjum eins og í Bandaríkjunum með svona öskju framan á sér með flottu leðurólum og kappa á höfðinu og í einhverju svuntu allt merkt PES og þetta allt saman komið frá Eyþóri Lindu. Og hann var með engaleyfi þá á Íslandi. Það virðist vera samkvæmt þessari auglýsingu. En heldurðu það að hann hafi verið með engaleyfi á fleiri tegundum eða fengi uppskriftir erlendis frá eða hvort þessi keksið að þetta hafi verið bara íslensk uppskrift? Það er alveg öruggt að hann hefur eitthvað uppskriftunum hefur að fengið erlendis frá og þarna á þessum tíma líka verið annað efni sem að síðan undir lokin, hann deyr 88 og það búið að vera býsna mikið brasa á verksmiðjunni tíma að þá það búið að banna ýmis af þessum efnum sem voru notuð þarna kringum 1960. En örugglega eitthvað af þessu hefur verið fundið upp hér og það sem lentu líka í vandræðum við var að þegar efnin urðu bönnuð þá þurftur að fá eitthvað annað í staðinn og þá breyttist bragðið eða áferðin eða eitthvað og þá var þetta ekki lengur bananastykki frá Lindu eða eins lindubuff eins sem menn voru vanir. En í Lindu, það var Lindu tyggjó? Já, hér sjáum við mynd af Lindu tyggjóunum. Ég veit í miður ekki hvað vörumerki þetta sem á þessari mynd, það ekki hægt að lesa úr því og vonandi vita einhverjir hlustendur þessa sögu en þetta svona enn eitt dæmið að þessar 40 tegundur voru mjög ólíkar, þetta var ekki bara súkkulaði ekki bara súkkulaði stykki og síðan hjúpun eða eitthvað slíkt heldur var og gaman að hafa þessa mynd með því að þetta sýnir hversu gríðarlega fjölbreytt starfsemin var í Lindu. Þarna erum við komin bara aftur í harðan vetur. Já, þetta 1969 þegar Lindu veðrið skall á og það var svo vont veður að þakið af Lindu lyftist í heilu lagi og fauk þarna niður á fótboltavöllinn og niður á milli húsana við Oddaverskóla og sem betur fyrir þá slasaðist nú enginn. Það voru samt börn sem stóðu upp við húsið, þessi veggur sem við sjáum þarna á þessari mynd austurveggurinn á Lindu, þar stóðu börn undir þegar þakið fór yfir þau og lendi þarna á. En það sem gerðist var það að þetta var vestanátt, þannig að það stóð beint á þessa svalir sem voru á efstu hæðinni undir þakið og þar var stór hurð, svona vöruhurð sem sprakk upp og þá komst loft undir þakið og það lyftist í heilu lagi því það hafði aldrei verið fest í steinin. Og teikningu sem sjást þarna 69 bara eftir veðrið, þá eru miklar festingar settar niður í þáverandi þak, nýja þakið, þannig að þetta gæti ekki gerst aftur. Þarna sést nú vel hversu stórt og mikið þetta hús hefur verið og er. Já, þessi mynd svona 1919 búið að skipta líka merkið á Suðurgaflinum. En verksmiðjan í sjálfu sig hélt bara áfram, það var þessi þörf, innanlandsmarkaðurinn var vitlaus í lindubuff og bananastykki og hvað það nú var, konga og það hafi nú gengið eins og ég sagði á ýmsu en starfsemin heldur þarna áfram alveg fram yfir 2000 í þessari framleiðslu en í minna sniði. En þarna sjáum við húsi hversu stórt það er en í þessu Lindu óveðri fyrir rúmlega 40 árum þá bara lyftist það af. Já,
þakið fer af í heilu lagi og veðrið var náttúrulega ekkert venjulegt. Veðrið, sko, hann segir hann Trausti á síðu sem hann gerði þetta veður. Trausti veðurfræðingur Jónsson. Hann var nú í menntaskólanum á þessum tíma og upplifði veðrið innandyra, segir hann, en hefur rannsakað stúderað mikið. Hann segir þessi eitt að fáum skiptum þegar að sko hafi náð 12 vindstigum á Akureyri. Það er ekki oft sem það hafi gerst. Og veðrið var svo vont að þó að jarðvegur var í frosinn og snjór yfir, þá reif vindurinn upp í jarðveg torf og mold og gras. Þannig að herbyggi sem var í menntaskólanum og snýri á annarri hæð, heimavistinni, það brotnaði rúða þar og bæði loft og veggir voru rappaðir með mold og grasi í þessu herbyggi sem rúðan fór. En bara takk fyrir að sýna okkur þessar myndir, sem sagt, vetrarmyndir, snjóamyndir frá Akureyri og svo súkkulaði Vestmiðjuna, við tökum þetta svona í tilefni páskana. Ykkar ljósmyndarsafn, já, það er gríðarstórt. Já, og alltaf að bætast eitthvað skemmtilegt við. Nú nýlega komin mjög merkileg viðbót við safn Erlings Davíðssonar og við sáum nú þetta myndina af honum Eyþóri þegar sem er verið að opna Vestmiðjuna, það er úr safni Erlings Davíðssonar. Vissum af þessum filmum, það væri til en það væri ennþá hjá ættingunum og það var gríðarlegu fengur að fá þær filmur inn í viðbót við það sem að Erlingur hafði myndað, því hann myndar eiginlega allt sem er að gerast í bænum svona frá 1960 til 75 cirka, svona 15 ára tímabil og hann er ekkert að spreða filmum, hann notaði ekki mikið af filmum og svona sem flugáhuga maður þá er mjög merkilegt að sjá hann tekur viðtal við Hún Snædal á prikinu sínu sem var nú lítil flugildi og hafði mjög hátt og Akureyringar voru allir varið við þegar hann var á flugi en hann tekur bara einn ramma, hann tekur bara eina mynd af húnna sitjandi í vélinni og það var alveg nóg, það var bara myndi sem kom í blaðinu svo það var ekkert verið að spreða filmum á þeim tíma. En þú svona sem að svona lifir og hrærist innan þetta allt saman svona dag frá degi, myndirnar þær segja sögu, hvernig náiði í svona vitnisburð hvað er á myndunum og svo framvegis, þið að fara á öldrunarstofnanir með myndasýningar eða? Það er nú að banna núna en við höfum gert það já, en við erum núna með greiningarsýningu á safninu sem er nú að verða búin og þar tökum við ljósmyndir sem að við erum í vandræði með og fáum gesti til að hjálpa okkur með og það hefur verið mjög góð aðsókn að því. Okkur vantar ennþá aðeins meiri aðstoð. Við erum að sýna þar til dæmis gamla KEA-myndir, þar sem Akureyringar vantar nöfn og andlit á Akureyringum og eins myndir eftir akureyriska áhuga ljósmyndara. Og það er eitt af því sem er gaman sem er að koma inn núna líka, það er dálítið af slætsmyndasöfnum frá amatörum eða áhugamönnum sem hafa tekið litmyndir. Og það er svona aðeins framundan að það er ekki alveg komið að því að fara að vinna en það er verið að undirbúa það, að gera það stafrænar og aðgengilegar. En sem sagt myndir og bara fyrir sem sagt sveitafélagi eða sem sagt að hafa aðgang að þessu öllu saman og þá almenningi líka. Myndir þær bara batna með hverju árinu sem að líður? Já og bara skráningin, við erum að vinna í fyrirbæri sem heitir sarpur.is og skráum þar myndir og það er mjög vinsælt að almenningur fer og skoðar þær myndir á vefnum og sendir okkur athugasemdir eða frekar upplýsingar og það er svona, þetta er svona samtal sem að við gætum ekkert átt nema í gegnum nútíma tölvutækni og bætir bara og við erum mjög þakklátt fyrir þá sem að nenna að senda okkur þá þekkingu sem þeir hafa. Ég hef sjálfur verið að skrá til dæmis safn Bárðar í Mývatnssveit og er langt komin með það glerplötusafn, það hafði verið í eigu Eðvarðs Sigurgeirssonar. Hann varðveitti það mjög vel og bjargaði því eiginlega og þar eru 900 plötur sem að eru að verða aðgengilegar á netinu að þetta skoða. En það þarf að örugglega svona misjafnt eftir fólki svona eftir hverju það er að leita. Tökum bara bílnúmer, ef að fólk er að leita bílnúmerum gömlum, ertu með það allt saman skráð? Nei, því miður, en við getum nú haldið heilan þátt held ég það, því að ég er að taka þátt í verkefni núna að skrá bílnúmera
seðlasafn bifreiðaeftirlitsins, eftirlitsins á Akureyri og það er búið að mynda 60.000 myndir núna af þeim spjöldum. En við eigum mikið af bílamyndum og það stendur til bóta að það verði skráð og við erum að sækja þessar upplýsingar inn í bílaskráðnar til þess að geta skráð bílana betur og fá tegundir og slíkt og mótorhjól fylgja það líka. Þannig að það er skemmtilegt verkefni. Það er sjálfsagt efni í annan þátt. Hörður Geirsson á Minjasafninu á Akureyri. Takk fyrir að koma með þessar skemmtilegu myndir. Mér var ánægður.